Sæl, ég heiti Helgi Valur Harðarson og er nefandi í kennslufræði fyrir iðnmeistara við Háskóla Íslands. Ég ætla að kynna fyrir ykkur forritið Prezi. Prezi er vefforrit sem er notað til þess að útbúa kynningar eða glærusýningar eins konar. Það býður upp á mjög sjónrænar og flottar kynningar á hvaða efni sem er og fjölbreyttu formi. Ég ætla að byrja á að renna í gegnum eina svona sýningu. Og þetta landslag sem ég valdi hérna er dæmi bakgrunn, það er hægt að hafa hvað sem er hérna bakgrunnin og það svona setur svolítið tónin fyrir sýninguna. Þetta væri það verið fyrsta glæran og svo er svona ákveðin zoom effekt sem að stýrir þessu svolítið. Þetta er forrit sem býður upp á mjög mikla sjónræna möguleika og þessi bakgrunnur ræður svolítið form sýningarnar, en með honum er þetta að útbúa ákveðna þrívídd í sýningunni og ég held að þetta form sé svona líklega til þess að fanga athygli nemenda heldur en þessi dæmi gera PowerPoint kynning. Það er spurning hvað á að velja. Prezi býður upp á svona ólínulega kynningu, það er þetta flakka fram og tilbaka og það er þetta zooma út til þess að fá svona yfirsýn yfir efni og fara svo aftur inn til þess að fara nánar í. Þetta er svona öðruvísi flæði heldur en maður er vanur. Og svo eru þetta margir aðrir kostir. PowerPoint er klárlega mest ríkjandi í þessu bransa. Prezi byggir á römmum sem að staðsetur á bakgrunnin og þeir koma í rauninni í staðinn fyrir glærurnar. Maður getur stekkað það og minkað eins og maður vill og þannig ræður zoominu á forritinu. Og svo raðar maður upp þessum römmum í þá röð sem maður vill, en það er hvaða tímapunkt sem er getur kennarinn farið út fyrir ferlið og skoða hann ramma sem að hentar. Þetta er nýtt forrit sem að krefst þess að kennari læra á það, en ég held að sé klárlega þess virði þegar það er örugglega mun árangursríkara við það að ná athygli nemenda á haldinni, eða það er mín tilfinning. Og það er hægt að setja hérna inn myndbönd, ljósmyndir og margs konar miðla. Já, ég held að þetta sé klárlega verkfæri sem á heimi í verkfærikistu kennara. Og já, góða stundir.